sé Guði. Velkomin systir María Lísa. Við ætlum fyrst og fremst að gefa klapp til okkar Guð og okkar leiðtogi. Vertu velkomin systir. Fyrir mig mjög fallegt að bjóða þér velkomin. Þetta fyrsta skipti sem að þú ert hér í Belgium og við erum mjög ánægð að þú sért hér með okkur í kirkju Guðs og við erum mjög ánægð þetta eru lofur frá Guði. Þetta lifandi orð sem að hefur uppfyllt samkvæmt Guði. Og velkomin Raquel og Sara Alejandra, verið velkomin í kirkjuna og þau sem að komu með presturnar. Það ánægja að vera hér fyrir framan leiðtoginn okkar og við vitum að orð Guðs í dag að fara að snerta hjarta okkar í gegnum varina þínar og það sem að þú ert að fara að kenna okkur að fara að gefa mjög mikið af ávöxtum, mjög mikið af gleði og hamingju hjarta okkar. Og þau sem eru að koma að heimsækja, prestarnir og þau sem eru hér, ef að þau vilja heilsa upp á kirkjuna hér í Belgium, það endilega gerir það. Bróðir Dúljós, við kemum frá Þýskalandi, vertu velkomin. Góðan dag, bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Hversu ánægilegt að geta verið með ykkur í dag á þessum degi. Það gleði. Og ég bað systur að Luisa heimsækja Þýskalandi, hún gat það ekki, þannig að ég kom með alla bræðurna. Við erum cirka 60 hér frá Þýskalandi að heimsækja hér í dag, líka frá Mongóliu. Það hópur frá Mongóliu sem eru 10. Þið með standa upp aðeins bara svo fólk sjáu þig, þið sem komið frá Mongóliu. Og þær segja að þær vilja fá heimsókn þar í Mongóliu. Þar einn þeirra sem fór í kirkjuna fyrst í Frankfurt og fór til Japan. Og í Japan, Guð var búinn að segja þeim, Guð lofaði henni að gefa henni börn. Hún gat ekki eignast börn og hún eignast 2 börn. Og hún kom til Japan og eftir að hafa verið í Japan fór hún til Mongóliu og nú hún í Mongóliu og það sem svo fallegt að hún að horfa á biblíukennslunum í japansku og í 3. hæðina. Hún sem sagt fer í 3. hæðina þegar þau safna saman í biblíukennslunum og hún að þýða yfir japansku yfir í tungumál sem tala í Mongóliu og þar hópur sem cirka 10 sem í Mongóliu að vilja fá heimsókn og þar vilja undirbúa sig í kenninguna og vilja predikera fagnaðarerindi. Og systir mér að Lísa, vertu velkomin með okkar hjarta. Ég hugsaði eitt daginn, Guð passar upp á þig rosalega mikið og hann verndar þig mjög mikið, en það eitthvað í hjartað okkur langar líka að vernda þig. Þú ekki hugsa að þú sért einn, þú hefur alltaf verið einn og þú munt alltaf vera með fólki þér til hliðar. Guð blessi þig, við elskum þig, Guð blessi þig. Og bróðurinn okkur frá París, Bernard. Bróðurinn Bernard frá París. Góða kvöldi, bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Kirkjan frá Sviss í Bern sendir ykkur kveðjur og það okkar forréttindi að sjá systur María Lísa alla vikur í biblíukennslunum, en að sjá hana í beinni sérstaklega fallegt. Maður finnur fyrir viðveran Guðs, maður finnur fyrir spurningum Guðs og við erum að læra frá okkar andlega móðir að því hún það og blessaður sé Guð. Og mér langaði aðeins að nefna við ykkur vitnisburði frá systur. Við kennum alltaf að bræðurnir einbeiti sig og virði bænina sem að systirinn gerir alltaf í lok. Og það var einn sem að spurði alltaf af hverju þarf ég alltaf að tala upphátt og Guð gaf henni draum þar sem að hún var í kirkju þegar það verið að gera bæninar í lok biblíukennslunum og hún sá þegar fólk talaði og þegar fólk var að biðja Guð með öllu hjarta, hún sá í drauminu að það var maður sem kom, stór maður, og lagði hendur yfir þeim. Þannig að hún fattaði að þau sem að biðja til Guðs með mikilli gleði fá stuðningi frá Guði. Og Guð blessi þig, systir María Lísa. Bróðurinn Mario frá Þýskalandi líka. Guð blessi þig, bróðir.
Mjög góðan dag, bræður og systur, Guð blessi ykkur öll, systir María Luisa, aftur hér, þökk sé Guði. Við vorum líka í London eins og bróðurinn Dúlu sagði, við vorum að njóta frá þessari veislu, andlega veislu og þess vegna erum við með ósk í hjartað okkar að njóta og að læra og við viljum að þessari veislu endi aldrei og við viljum vera alltaf allstaðar þar sem að systir María Luisa því það mjög fallegt þar sem að við upplifum bíblíukennslum og takk fyrir því sem alltaf með henni og að verða hana að fara með henni allstaðar. Ég ætla aðeins að deila vitnisburði þegar við vorum í London og við upplifum bíblíukennsluna og þegar þú ert að biðja í lok bíblíukennsluna deginum eftir þá fengum við í Seven Sisters þá fengum við að fara í kirkjuna og það var systir sem að gaf vitnisburði í lok og hún sem sagt gaf vitnisburði að hún var í bíblíukennsluna fyrsta daginn þegar þú varst og hún gat aldrei staðið lengur en 13 sekundur og hún sagði að þegar þú varst í bíblíukennsluna að gera bænar þá sagði hún Guð ég að fara að standa upp, mér langar að biðja bænina með systir María Luisa og hún segir að hún stóð upp frá hjólastólnum og byrjaði að biðja og þegar hún opnaði augun var búið að líða ekki bara 13 sekundur heldur 13 mínútur og það það sem hún vildi ekki að vitnisburði og hún gaf vitnisburði líka þegar hún gaf vitnisburði var hún á hækjum og hún var að hækjum ekki lengur í hjólastól þannig að því öll skilja þegar við viljum vera hér lifandi Guð sem að hefur mikla vald og ég langar að segja takk við ykkur öll og ég langar að heilsa upp ykkur öllum og bróðurinn frá Girona bræður og systur góðan daginn Guð dyrðunar segja að blessa ykkur öll og sannlega bræður og systur ég með forréttindi og ég glaður og hamingjusamur að geta deilt tíma með svona mikilvægu fólki eins og þið eru en meira þá að geta deilt tíma með drottning kirkjarinnar og okkur séu drottning mér langar aðeins að deila vitnisburði með ykkur systir sem að spurði sjálfa sig alltaf og sagði alltaf af hverju þessi kona og þegar við komum alltaf niður eftir að hafa prédikara hún spurði við alltaf bróðir ef það Guð sem að gefa titlana af hverju segið þið alltaf að systir María Luisa sé spámaður sé postul eitthvað sem að systir María Luisa ekki hrýna við sem að segja en við bara vitum það að hún það og ég sagði við hana bræður og systir Guð leiðir okkur gegnum drauma, sýnir og spádómur þú verður að biðja Guð að gefa þér draum þetta var á laugardegi eftir bíblíukennslu hún sagði ég kem aldrei aftur á þessari kirkju þegar við komum að opna sunnudaginn í morgunin var hún nú þegar komið að bíða eftir okkur og hún kom til mér og sagði bróður ég bað til Guðs og Guð gaf mér draum með konung Sólomon og Davíð þar sem að Davíð sagði Sólomon sonur minn við erum konungar en aðal drottningin hér systir María Luisa þannig að blessa þessu nafni Guðs og nákvæmlega það sama gerðist með spámennina Jesaja, Ezekiel sem að sögðu við erum spámenn en stærsta drottningin stærsta spámaðurinn systir María Luisa og sama með postulana þegar Páll sagði líka en til að ljúka þessum draumi það endaðist ekki þar heldur að Guð gaf henni draum með bíblíulausning líka og hún opnaði Biblían og þar stóð að Jesú Kristur nefndi nokkra apóstola, spámenn, predikarar, kennarar
með þeirri tilgang að fullkomna kirkjan. Og það það sem systir Lísa hefur verið að gera í þessi 50 ár. Blessa öll sé nafni Guðs. Bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Bróður Giovanni, verður velkomin. Þú ert í Lausanne í Sviss. Bræður og systur, góðan dag, Guð blessi ykkur öll. Ég mjög ánægð að geta verið með bræðurnir og systurna og systurinn Lísa, við viljum alltaf hafa þig hér, alls staðar. Og vitnisburður sem stuttur, en eins og allir hinir vitnisburðir er vitnisburðir með miklum valdi. Guð hefur verið að kenna okkur bænir. Bænirnar sem eru gert í lok biblíukenslunar. Og það var systur sem að kom með mikla bakverki sem var krónisk. Og Guð sagði við hann í spádómnum, þú verður að biðja til mig, þú verður að biðja mjög mikið í biblíukennslunum. Og í byrjunna hún skildi ekki, henni fannst það allt eins og hún byrjaði að skilja og daginn sem hann opnaði hjarta og bað til Guðs í biblíukennsluna, þá var hún frelsuð og hún var ekki lengur með þessa verki eftir mörg ár. Þannig að trúlega er Guð góður við okkur. Systir, bræðurnir í Lausanne eru að bíða eftir þér, við elskum þig mjög mikið og við viljum biðja til Guðs að hafa þig alltaf og við viljum að þú komir að heimsækja okkur þegar þér hendar og þegar Guð leyfir þér. Bræður og systur, Guð blessi ykkur öll og við erum mjög ánægð að vera hér á þessari fallegu degi. Bróðir Enrique Monte sem í Madrid. Takk bróðir. Góðan daginn bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Systir María Luisa. Ég mjög ánægð að geta verið aftur hér, systir Rakel. Og Póstul Páll sagði að hann þurfti ekki spjöld. Hann þurfti ekki spjöld sem póstul því spjaldið hans voru verkefni sem að Guð gerði á meðan fólki sem að var að snúa sér til kenninguna. Og systir María Luisa. Systir María Luisa er okkar spjöld og hún kom að heimsækja okkur á þriðjudaginn og í gær á miðvikudaginn var sem sagt kennsludagur og margir gáfu vitnisburði og ég sem sagt hef ekki tíma til að segja þetta allt en ég ætla að segja frá nokkrum seinna af því þetta eru spjöldin sem að systir María Luisa hefur. Það var einn bróðir sem að gaf vitnisburði. Hann var mjög leiður af því það hafði liðið mjög mörg ár síðan að börnin hans stöluðu ekki á milli sín og hann átti líka í slæm samband við börnin sín og þau búa sikkur í landi þannig að þegar hann kom í biblíukennslunni hann sagði við Guð ef að einhver getur gert eitthvað í þessu sem hefur endast í svo margan tíma ef einhver getur breyst þessi samskipti það þú og systurinn bað líka fyrir sameiningu á fjölskyldum og hann mundi eftir börnin sín og bað með miklum traust og trú og þegar hann kom heim hringdu börnin sín bæði og buðust afsökunar og sögðu að þau vildu fá aftur að vera fjölskyldu þannig að dyr sér Guð það var líka systir sem að kom hún tognaði fótunum og hún gat varla hreyft fótunum hún kom í biblíukennslunni og hún labbaði út eðlilega út og hún var með tognun í annarri gráðu það var önnur systir sem var með gigt sem að gat varla fyrir líkamann og hún sagði við Guð mig langar að klappa fyrir þig, mig langar að geta verið að lofa þér og þegar hún var að lofa Guði klappaði hún og lofaði Guð og labbaði út mjög hraust og líka systir sem kom frá Kólumbíu og hún var í fríi og hún mætti í biblíukennsluna og Guð sagði við hana fyrir nokkrum dögum ég ætla að leyfa þér að vera í andlegu veislu og þú mynd vera mjög glöð að því ég að fara að gera eitthvað í fjölskyldumeðlimina þína og þegar hún kom sá hún dóttur sinn sem að foreldaði kirkjuna en maðurinn hennar hafi aldrei farið og hún sagði þau bæði að lofa Guði þann dag og var mjög glöð eftir því og núna til þess að ljúka
við hlina kirkja það er veitingastæður, þeir fara ekki í kirkjuna en í hver skipti sem að systema Lísa kemur þá segja þau látum vita þegar hún kemur þannig að þau hafa alltaf verið svona svolítið forvitin en í þessu skipti komu þau með barnabarnið sitt sem er með einhverfuróf svo að systema Lísa myndi leggja hendur yfir hann og ég sagði af hverju komu þið með hann þegar hún kom og þau sagði að þið við sjáum valdi frá Guði sem aðalpresturinn, það er það sem þið kalla hana hefur og þau hafa sagt að barnið hefur verið betur og verið að spyrja hvenær hún kemur aftur. Guð blessi ykkur öll. Bröður Carlos Augusto frá Rotterdam, verður velkomin. Góðan daginn, bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Og enn og aftur til okkar móðir, Guð blessi þig og við munum vera að bíða eftir þér frá deginum á morgun. Systir Rakel líka, systir Sara, Guð blessi ykkur öll, það er mjög fallegt vitnisburður. Ég mundi eftir systur sem er í Rotterdam og hún er frá Ekvador. Strákurinn hennar langaði í skó og hann langaði að kaupa skóna hér í Evrópu og svo sagði hún ég ætla reyndar að gefa honum bókina sem að systir Lísa skrifaði og hann hefur aldrei farið í kirkjuna og hann sagði af hverju kostum við þetta, hvað hef ég að gera með þessum bók og eftir nokkra daga fór hann á einhverjum stað sem var reyndar hættulegur staður og mamman sem sagt keypti skóna sem hann vildi í Ekvador og það var einhver sem kom og ætlaði að taka skóna á honum og allt í einu kom kona sem að sagði við þjófurum af hverju þú var að stela honum, hver heldur þú að þú sért eiginlega, láttu hann að vera. Hann kom heim og hann var mjög hræddur og hann var svo hissa, hann sagði ég hef aldrei lent í þessu, ég ætla að fara morgun aftur að þakka konuna sem að bjargaði mér og þegar hann fór aftur deginum eftir það sem að hann sá að það var svona lítill búð og konan sem mátti búðina kom að bjarga honum og hann fór aftur, það var engin búð og það hafði verið búð þarna og þegar hann kom heim og sagði mjög sem það gerst það skipti fyrir mig í dag og konan sem myndi þessum bók er svo sem að bjargaði mér frá því að skornir mínir yrðu stolnir. Þannig að við viljum blessa Guði fyrir allt sem hann gerir. Nú ætlum við að leyfa systur Lísa að koma hérna og kenna okkar predikar, okkar fámál. Mjög góðan dag og mjög gott kvöld, bræður og systur, við blessa ykkur öll. Ég veit að þið komið frá mismunandi stöðum, þið með fá ykkur sæti. Þið komið frá mismunandi stöðum, mismunandi borgum og þjóðum og við ætlum að opna í Rómverjabréfi 4. Við ætlum að lesa hér þegar Abraham var sem sagt maður, hvað er það hvaða dýrð hafði hann?
Abraham var réttlátur maður sem gerði góða hluti, en það var ekki það sem að Guð hafði á móti honum til þess að réttlæta honum, heldur betur. Og það stendur í Rómverjabréfið er verið að tala Abraham, og Guð sagði við hann að fara frá fjölskylduna sína, frá eignina sína, og hann sagði honum að fara á staðar sem að Guð myndi benda hvert, og Guð ætlaði að gera honum sem faðir af mörgum þjóðum, og Abraham trúði Guð að því að hann hlýddi Guð, og hann sem trúir, hann hlýðir, og það eru sumir sem að trú en hlýða ekki, og það er einhver góðu. Og Guð var svo ánægður að Abraham skyldi hafa hlýðið sig, og hann fór á þess að vita hvert hann var að fara, bara því að Guð sagði honum að fara. Þannig að hversu fallegt að Guð verðlaunaði Abraham fyrir þessa hluti, og það stendur að fagnaðarerindi sem að við erum að njóta daginn í dag kom ekki vegna Móseslög, að því við vitum að Abraham var fyrir Móses, og þegar Móses kom, eða þegar Móses var, þá gaf Guð Móses lögin og boðorðin, og Guð segir við Móses að kenna þessa hluti við Ísraeliði svo að þau myndu standa við boðorðin, halda boðorðin og lög Móses, og sagði við hann að hver og einn verður bjargaður og mun eiga eilífa lífið þau myndu standa við lög Móses. En Guð hafði gefið Abraham loforð að það myndi ekki vera fyrir lög Móses heldur trú Móses, og trú það er að heyra á Guð og hlýða á Guði. Og við ætlum í kapli 3 vers 13. Í Rómverjabréfið það er verið að tala trú sem að þau höfðu, Abraham, trú sem að Abraham hafði. Það er Rómverjabréfið kapli 4 vers 13 fyrir Guð. Þannig að ef við förum að lesa í vers 14 stendur: ef lögmálsmennin eru erfingjar er trúin ónýtt og fyrirheitið að engu gjört. Þannig að Guð var að segja að fagnaðarerindi var mjög mikilvægt en ekki svo mikil lög Móses, og ef við förum að næsta vers stendur: því að lögmálið vekur reiði. Þar sem ekki er lögmál, þar eru ekki heldur lögmálsbrot. Þannig að lögmálið vekur reiði að því að Guð áður en Móses kom, það var engin lög og fólk þurfti að lifa líf sem að þóknaðist Guði, að því þau lifuðu eftir samviskubitið. Þannig að áður en Móses setti lögin, þá lifaði fólk með samviskubitin sem sagt, og þannig að það var hver og einn með samviskubitin sín og gerðu annarkvort réttu hlutina fyrir Guð eða gerðu slæma hluti til þess að fara á móti Guðs, og það var það sem hann gerði við Móses. Og þess vegna stendur að þar sem er engin lög eru engin syndir.
að því ef það er ekki lögmál að þá er ekki lögmálsbrot, að því fólk vissi ekki hvað væri að synda og hvað væri að synda og hvað væri ekki að synda. En að Guð kenndi sumum í gegnum prestarnir, þá kenndi Guð hvað var það góða sem að þau gjörðu. Sumir lifðu bara lífið sitt og vissu ekki hvort þau var að þóknast Guði. Þannig að það var engin lögmál og það var ekki heldur lögmálsbrot, því það var ekki engin lög, þannig að það vissi engin hvað þau ætti að fara eftir. Og í vers 14 stendur, í vers 15 fyrirgefðu, það stendur því að lögmáli vekur reiði, en þann sem ekki er lögmál, þar eru ekki heldur lögmálsbrot. Stendur í vers 16, því er fyrirheiti byggt á trú til þess að það sé af náð. Þannig að lög Móses virkaði ekki til að bjarga fólkinu, að því enginn gat uppfyllt lög Móses. Það féllu allir, það gerði allir brot, það synguðu allir. Eini sem að gat haldið öll Móses lög var Jesú Kristur sem að kom og núlaði lög Móses, og þegar seinna kom hann og sagði fólki, þar er nýr vegur sem að leiðir til björgunar, og þá sagði Guð, sá sem að trúir á mér og sem að eldir mér og gerir boðorðum minn mun eiga eilífa lífið, og það er vegur trúins. Og í vers 16, því með ég lesa það, bræður og systur, því er fyrirheiti byggt á trú til þess að sé af náð og megi stöðu standa til þetta ekki það er að lögmáli, heldur fyrir það sem er að trú Abraham, hann er faðir vor Abraham. No solamente para la fe de la ley, sino también para la fe de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Þessi trú kom frá Abraham, og Abraham var áður lögmáli Móses, og í þessari trú er þar sem að við erum í dag ennþá að byggja upp á okkar trú. Við höfum trú á Jesú Krist sem Guð, sem sonur Guðs, sem Guð, og við höfum trúið á hann og boðorðin hans. Þannig að einhverjir segja kannski, hver eru boðorðin Jesú Krist? Eða hver eru boðorðin fagnaðarerindi Jesú Krist? Eða hverjir eru boðorðin lögmálsins heilögum andan sem eru sá sami? Hver eru boðorðin? Boðorðin eru þau sömu sem að Guð gaf Móses á steinum þar í Sínaí fjöllunum. Þetta eru sömu boðorðin, en núna í fagnaðarerindi Krist, þessi boðorð segir Guð að hann skrifaði þau hjartað okkur, ekki á steinum til þess að vera að lesa alla daga og vera að muna eftir því, heldur að það var skrifaði hjartað okkar. Og þegar það er skrifaði hjartað okkar, hvað gerist þá? Að Guð gerir þann breyting og hann breytir okkur og tekur frá okkur allt þetta illa og gerir það verkum að í okkar hjarta eru góði verkir og góð hegðun og gerir það verkum að við verum góð og réttlæð, að við erum einlægð, að við erum skipulögn, að við viljum það góða, að við viljum gera góðu hlutina, að við viljum hafa miskunn við aðra, að við erum einlæg, við viljum elska aðra, og öll þessi boðorð sem að Guð setti í hjartað okkar er það sem að daginn í dag er að ná árangri í lífið okkar. Og Guð vill einnig að við opnum hjarta og að við viljum líka, því það er ekki bara það að Guð fari að gera þessa hluti í okkur. Hann vill að við séum að gefa frá okkar megin og að við leggjum okkur fram, svo að þessi boðorð sem að Guð skrifaði hér eru sannarlega þessar verkir í okkar líf, og það er það sem að Guð vill, að því hann segir að þetta er
þessi sönn trú, þessi trú sem Abraham hafði að trú á Guð og hlýða á honum. Það það sama að trú á Guð og að halda boðorðin. Og þannig að Páll apóstol kenndi svo mikið að lögmáli Móse þurfti ekki að æfa. Við þurftum ekki að æfa það, við þurftum að æfa frekar lögmálið Jesú Kristur sem þessi lögmál að trúa hann, og það það sem við þurfum að vera með, að hafa hér, að predikera til fólksins, til mörg trúarbrögð, til margra kirkja sem að segjast vera kristin en sem ekki að ganga á vegum Guðs, á réttum vegum, að þau segjast vera kristni trú en að horfa á eitthvað líkamleg, á eitthvað efnaleg, að horfa á peningin, að horfa á þykjustunarleik, að hversu margir segjast vera kristin en synga daglega, að það það sem svo þægilegt, sem að fólk leitar eftir. Þau leita eftir að vera á þægilegum stað, en fólk sér stundum, ég trúi á Guð, ég trúi á Jesú Kristi, ég trúi á fagnaðarerindi, ég fer alla sunnudaga í kirkjuna og ég les og ég synga því ég fer alltaf, og þau synga alltaf því þau lifa í sínum eigin þægindaráma. Því svona fólk byrjaði bara að mæta, lesa Biblíuna með í kirkjuna og ekkert meir. Það tók aldrei framfarir að leita andlegu hlutina, að leita enn meira, að leita þessu djúpu hlutina, að fara dýpra í Biblíuna, að fara dýpra í andlegu lífina, í þekkinguna, í hvernig þér líður. Því við þurfum að halda áfram, við þurfum að taka framfarir, við þurfum að vaksa. Og við getum ekki verið í stöðnun að lesa bara Biblíuna, heldur þurfum við að vaksa og vera andleg, að líkamlegu hlutina, djöfullinn og holdið okkar kom ekki til okkar að setja gildrur hér á okkar vegum, heldur það að við séum sterk og valdamikill manneskjur og að við séum að hafna öllu sem að óvinurinn og sem að holdið setja fyrir framan okkur til þess að vera bundin að synda. En við þurfum að vera frjáls, við þurfum að vera frelsaðir að fullu, að leita andlegu hlutina, að leita að kenninguna, að fara dýpra í kenninguna, að setja það að verkum í okkar líf svo að Guð sé ánægður með okkur, því hann var mjög ánægður við Abraham þegar Abraham trúir honum og segir, já Guð, ég mun fara, ég trúi þér, og Guð er mjög ánægður. Og það það sem að Guð vill í okkur í dag, að við segjum trú á Guði, en við þurfum þá að hlýða á Guð og gera hlutina rétt. Þegar Guð segir við okkur, taktu reiðin í burtu, taktu reiði í burtu, reyndu að forðast vandamálin heima hér, reyndu að forðast að vera að rífast í heimilinu, að því það byrjar allt heima hjá okkur. Það það sem við byrjum að búa, annað hvort að við gerum heilögu hluti eða hvort að við leifum syndarnir að ríkja yfir heimili. Með hverjum byrðu, örugglega með börnin þín og konan þín og foreldrana þína eða bræður og systur þínar. Hver er þín nánasti hópur fjölskylduna? Hvernig byrð þú? Þú segist fara í kirkjuna, lesa Biblíuna, að þú trúir á fagnaðarerindi, að þú trúir í heilögum anda, að þú hefur fengið skírning með heilögum anda og þú ert með spádómsgjafir eða andlegu gjafinar. En hvernig byrðu með fjölskylduna þína? Eru þið alltaf að rífast? Er engin virðing á meðal ykkar? Eru þið að öskra? Eru börnin ekki að hlýða foreldrarna?
Eru foreldrar að móðga börnin sín með orð, með slæm orð? Hvernig eru þið á milli bræðra og systra? Er miskunn eða er afbrýðisemi? Er sameiningu eða að vera þolinmóður í við okkar nánasta fjölskyldu meðlimir sem búa með okkur? Þar byrjum við. Þar byrjar andleg vöxun okkar, annarkvort vöxun eða fallið. Hvernig bý ég heima hjá mér? Hvernig er ég að heiða mér heima hjá mér? Ef að þú ert að þóknast Guði, að því við sjáum hér að Guð þóknaðist mjög mikið út af því sem Abraham gerði, og við sjáum hér að Páll Póstul er að kenna okkur að lifa lífið í Jesú Kristur, en líka að lífið í Jesú Krist sé að þóknast Guði, og hvernig þessi stækkun eða vöxtur í andlega lífið komi lífið okkar. Og hvernig gerum við það? Við þurfum alltaf að æfa okkur, alltaf heima hjá okkur, og við þurfum hver og einn þarf að hugsa og íhuga í andlega lífið, hvernig heiða ég mér, við hver bý ég, hvernig ég heiða mér með fólki sem býr með mér, hvort sem það er hús, hvort sem það er herbergi, hvernig ertu að búa, ertu að rífast, ertu ekki að skilja manneskjuna, ertu óskipulaður, er engin virðingu, eru engar mannasiður. Og svo komið í kirkjuna eftir að biðja og að gefa spádóm, en ef við erum ekki að gefa vitnisburður, þá við hugsaum stundum að við þurfum ekki að vera með góða vitnisburð á milli fjölskyldu, að því við erum fjölskyldu, og ég held að það sé mikilvægast að gefa góða vitnisburð á milli okkar, á milli hver annari. Og svo förum við að vinna eða veitingastað eða förum að versla, förum í banka, erum að vinna eða erum að læra, og þar ertu að halda áfram með góðum vitnisburði, og þú heldur áfram með vitnisburði, og þegar fólk spurði, þú ert glöð manneskja, þú ert hamingjusam. Það er það sem að fólk segir mjög mikið við fólk í kirkjuna, þú lítur út fyrir að vera mjög ánægður, og fólk segir að ég fer í kirkju, ég trúi á Guð, og Guð gerir okkur mjög ánægð, og fólk segir, mér langar að koma með þér, mér langar að vera ánægður líka, en bræður og systur, það byrjar allt heima hjá okkur. Þar byrjar vitnisburðin okkar. Þar byrjum við að lifa andlega lífið okkar, að gefa okkur til Guðs, til þess að geta sagt eins og stendur hér að við erum að þóknast Guði, og Abraham þóknaðist Guð, og ef að Guð þóknast okkur öllum trúendum, og allir sem að komast saman í kirkja Guðs og eru að halda boðorðin, eru blessaðir af Guði, því þau hafa trúið, þau hafa hlýðið, og þökk sé Guði og við byggjum til Guðs að við séum ekki að fara að svíkja Guð, heldur vilja við halda áfram. Þetta eru lofur sem að Guð gerði við Abraham, og Guð hefur gefið okkur mjög falleg lofvörð, og það stendur hér í vers 17 að Guð sagði við Abraham: föður margra þjóða hef ég sett þig, og það er hann frammi fyrir Guði sem hann trúði á honum sem lifgar dauða, og kalla fram það sem ekki er til eins og það væri til. Þannig að Guð gerði okkur stórkostleg lofvörð, hann gaf okkur lofvörð fyrir sem sagt langan tíma, og Guð gerði það lofvörð við okkur öllum, og Guð mun standa við lofvörðið, en við þurfum að gefa Guði líka, þannig að þér sé Guði. Við ætlum núna að syngja kór til Guðs
Y hoy vamos a cantar Hvaða un coro. guð er að syngja? Cantemos un Til coro Guð. para honrar a nuestro Dios. Við ætlum að syngja góð sem bera titli Ég skulda Guði fyrir mínu lífi. Við ætlum að syngja til Guðs og við ætlum að halda áfram með spurningana sem að þið hafið. Faðir, dýr sé Guði. Og við ætlum að gefa Guði dyrðina því með að fá ykkur sæti. Við ætlum núna að byrja með spurningana okkar. Systir María Luísa, góðan daginn systir, góðan daginn öll. Spurningin sem ég hef systir, ég veit að þú ert ekki hrifin af því að vera hrósuð alltaf, en það er ómögulegt að vita að taka ekki eftir spurningin sem að Guð hefur gefið þér. Spurningin sem ég hef er í Markusar Guðspjall, kapli 8, þegar Jesú Kristur byrjar að tilkynna dauðinn. Og við sjáum að Jesú Kristur byrjar að segja að hver hann væri og Pétur sagði hann er Kristur, en þegar hann byrjaði að tilkynna dauðan, Pétur tók hann til hliðar og sagði við hann og reynir að fá hann til þess að láta ekki krossfesta sig, eða sem sagt til þess að láta ekki, til þess að deyja ekki. Og Jesú Kristur segir, farðu burt frá mér, djöfullinn, því þú ert ekki að horfa á guðlega hluti heldur á mannlega hluti. Það sem ég er að hugsa er að þegar einhver elskar einhver, þá viljum við ekki að þau sem sagt þjáist, og ég held að þegar Pétur sagði ekki gera þetta og hann var þá að reyna að forðast að hann myndi þjást, en þó tók Jesú Kristur eftir að djöfullinn hafi notað sem sagt Pétur til þess að taka yfir hann og tala við Jesús. Nei, það sem að gerist þar er eftirfarandi. Það sem að gerist var að Jesú Kristur
hafði verið með sínum postulana og var að kenna þeim að hann var að fara að deyja, að hann þurfti að deyja og hann var að kenna þeim fagnaðarerindi til þeirra að hann þurfti að deyja á krossi og hann myndi rísa upp og þau sem að myndu treysta og hann myndi vera bjargaður og eiga eilífa lífið og hann kenndi postulana allt þetta en hann vissi að hann ætlaði að hann þyrfti að deyja og þess vegna þegar Jesú Kristur fer aftur og segir við hann að hann þarf að vera krossfestur, segir að djöfullinn tók yfir Pétur. Þannig að djöfullinn kom inn í Pétur og á þessu stundi, þessum tíma og þess vegna Guð í hans þekkingu sá að það var í djöfullinn sem var að tala við hann en ekki Pétur heldur djöfullinn út af því að mannlega hlutin hans Péturs eða vissi alveg að Guð yrði krossfestur af því Jesú Kristur var búinn að segja það og djöfullinn vildi sem sagt svikja af því hann hélt að Jesú Kristur væri bara maður eins og allir hinir og þess vegna sagði Jesú Kristur þetta við djöfullinn, ekki Pétur sjálfur heldur djöfullinn sem að tók yfir en þetta voru bara nokkrar sekundur en eftir það þá fór hann úr því hann vildi setja gildru og svíkja Jesú Krist og það stendur á vers 32 langar mig að spyrja hvernig getur djöfullinn nota tilfinninga okkar eða fáfræðið okkar til þess að begla áætlunina hans Guðs að því ef að Jesú Kristur þurfti að þjást þá vissu postulana það ekki og hvernig getum við forðast því að djöfullinn noti tilfinningarna og hugsanir okkar svo hann sé ekki að á þeirri tíma skildi postulana ekki Guð ekki Jesú Kristur því þeir voru ekki með heilögum anda þeir voru sem sagt bara menn sem að voru að fara eftir lög Móses og þeir skildu ekki að því þeir voru í fáfræði þeir gátu ekki skilið dagurinn sem að Jesú Kristur kom til himna tók hann þessi fáfræði í burtu og þess vegna voru hlutur sem þau skildu ekki og þegar Guð fór í himnin þá tók hann það í burtu og það sagt að augu þeirra voru opin og þau byrjuðu að muna eftir öllu sem þau höfðu upplifað með Jesús allt sem þau höfðu upplifað og þau sáu eftir því að þeir kunni ekki að meta þau kunni ekki að sýna virðingu að þau vissu það ekki og þau skildu það ekki þannig að þau kunni ekki að gefa Jesú Kristur virðinguna sem hann átti skilið og þeim leið mjög illa þetta var bara áætlun Guðs daginn í dag eigum við heilögum anda og við eigum sem sagt Jesús og þegar við komum í kirkjuna komum við með fáfræði og við komum með gardínur yfir andlegu augun okkar og Jesú Kristur byrjar að hreinsa hjartað okkar og hann frelsar okkur og hann hreinsar okkur og ef að hjartað okkar einlægt þá munum við eiga þau forréttindi að skilja orðið hans Guðs og vegir hans Guðs með miklum skilningi og ef að við erum með Jesú Kristus þá getum við haldið áfram að þessum vegum án þess að falla við munum endast á þessum vegum að því við skiljum þá tilgangurinn með öllu sem að Guð hefur og fagnaðarerindi gefur okkur stuðningi styrkin sem að við þurfum að fá. Góða kvöldi, systir, Guð blessi þig. Þú átt skilið allan heiðurinn. Það eru ekki til orð, það eru ekki til fleiri orð. Ég veit að þú fær mjög mikið að hrósa mig, en mér langar svo mikið að hrósa þér að því hjartað mitt er mjög ánægð út af þér, að því mér langar að þakka þér að því þú hefur gefið þér
til Guðs og með miklum kærleika og við höfðum aldrei komið á þessum vegum að sannleikanum ef að þú hefur ekki kennt okkur þetta. Þú sagðir við okkur það væri spádómur, það allt skrifað af Biblíuna og það allt skrifað þar, en þú gafst okkur sannleikan að heilagur andinn, að hann gerir sig opinber, að hann með okkur og það eru forréttindi sem við upplifum hér á þessari kirkju og fyrir þig ég mjög þakklátt. Og sannarlega langar mig að segja þetta með miklum ástu og kærleika sem kemur frá okkur öllum. Ég ætla að reyna að gera spurning í Job. Í Job, vinir hans Job voru að tala við hann og voru sem sagt að gagnrýna honum og voru að reyna að fá hann til þess að breyta. Og þeir sögðu að þeir töldu að hann hafi gert mistök, að þú hefur kennt okkur að í fortíðina alltaf þegar maður gerði mistök var það sem sagt var þá maður refsaður og það var svo vinur hans Job sem var ennþá að dyrka Guði, en í kapli 38 stendur: Þá svaraði drottinn Job úr stormviðrinu og sagði: Hver sá sem myrkvarraðs á lyktum Guðs með óskynsamlegum orðum? Og svo segir hann við Job: Gerð leyndar þínar eins og maður, þá mun ég spyrja þig og þú skalt fræða mig. Ég skildi það þannig að Guð var reiður en á síðasta kaplan, í kapli 42 í vers 3 segir Guð aftur: Hver sá sem myrkvarraðs á lyktum Guðs í hyggjuleysi? Job segir það. Og hann segir: Fyrir því hefi ég talað án þess að skilja hluti sem mér voru of undursamlegur og ég þekkti eigi. Þannig að ég sé eins og Guð var samt, hann átti samt með vini hans, hann var að tala vini hans, en að því Job var svo einlægur og heiðarlegur að hann tók þetta til sín. Hann sagðist að hann var að talað án þess að skilja, en Guð var að tala vinir hans sem voru að beygla fagnaðarerindi og voru að niðurlægja Job og voru að gagnrýna honum, en Job tók þetta eins og þetta hafi verið til sín líka. Ert þú með spurning? Já, góðan daginn, bræður og systur, velkomin systur mér að lýsa. Þetta lofur sem að Guð gerði mér að ég ætla að spyrja þig. Ég var í London á laugardaginn og ég var fyrir fram að systur mér að lýsa í fyrsta skipti og ég mjög ánægð. Ég með spurning. Tvær spurningar. Matteus Guðspjall 27, vers 52. Frá 50 til 52. Matteus Guðspjall 27, kapli 50 til 52. En Jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andann. Þá rifnaði forteld musterisins í tvennt, ofan frá og niður úr, jörðin skalf og björgin klofnuðu. Grafir opnuðust og margir líkamir helgra látinna manna risu upp. Eftir upprisu Jesú gengu þeir úr gröfum sínum og komu í borgina helgu og birtust mörgum. Mér langaði að spyrja með þessi heilagir menn.
hvort að þau varu í fortíðina eða hvort var að tala um framtíðina eða hvaða tímabili þetta var. Þetta var klárlega frá öllum tímabilum og það er ekkert ómögulegt fyrir Guð, þannig að þetta voru örugglega spáminn eða fólk sem að lést, sem að reis upp þann dag, kannski líka fólk eins og þennan prestur sem að var með önnu spámaðurinn og eignuðust Jóhannes sem bað og fórum með hann í kirkju og þeir sögðust að þau gætu nú dáið í friði að því þau höfðu séð Guð eða höfðu séð hvernig Guð var bjargarinn. Þannig að svona fólk held ég sem voru þá fólk sem að þóknaðist Guði eins og Daniel líka, Sakarías og Malakías líka og það er líklega að tala um þau. Og næsta spurning er í 4. Mósesbók 32 vers 40 og þar er verið að tala að Mósek fyrir Mær Manasseh sín í Gílead og festi hann þar bið og ef við förum í vers 30 ef við förum í 4. Mósebók 31 vers 40 og þar stendur og menninir 16.000 og skattgjaldið að þeim drottni til handa 32 sálir. Spurningin sem ég hef systir er að þar stendur að menn höfðu nú dáið og leiðtogarnir og allir höfðu dáið og þessi skattgjald sem var fólk var sem fór til drottnins eða hvernig var þetta? Þar stendur í 31 og Mósek og Eleazar prestur gjörðu eins og drottning hafi boðið Móse. En herfangið þar sem eftir var af landsvið því herfólki hafi rænt voru 675.000 af sauðfénaði. Þannig að hér er verið að tala um allt sem að var eftir á þessum stað og þar stendur líka og alls 32.000 konur höfðu átt samræði við karlmann en helmingshlutur þeirra í leiðangur fóru var að tölu 337.500 af sauðfénaði og skattgjaldið til handa drottni af sauðfénaðinu var 675 og ef við förum í vers 40 stendur á menninir 16.000 þannig að það var sem sagt gefið fór til Guðs miðað við fólkið. Þannig að þú veist að það sem að var miðað við hversu margir voru tekin eða eins og var sagt að það voru 16.000, nei hvað var 32.000 konur sem voru teknar. Þannig að það sem að var gert er að þau gáfu Guði fórn með þeirri grunum hversu margir voru. Þannig að þú veist það var ekki verið að gefa sálir sem fórn heldur var gefið einhver virði til því sem var fengið og gefið Guði það með fórn. Systir mér Lísa, það er mín heiður að vera hér fyrir framan þig. Við vitum öll að þú ert póstur frá Guði. Þú ert með allir andlegu gjafir og spurningin sem ég hef, eða spurningin minn kom þegar þú gafst biblíukennslan hvernig hlutir er ekki alltaf eins fyrir alla og mér langar að vita því í háskólanum og á mörgum stöðum sjáum við að fólk segir að Guð sé ekki til og tala kannski illa um Guð og svona hluti og ég veit að það er óvinur sem er að reyna að koma á móti okkur til þess að svíkja okkur. Við lærum líka sögu og við sjáum hvernig í gegnum söguna trúarbröðin hefur alltaf haft áhrif á hvernig fólk er og hvernig fólk hegðar sér. Mér langar að tala um hvernig
hvernig trúarbröðin geta haft áhrif á samfélaginu og eins og þú varst að tala Martin Luther King hvernig það hafði líka áhrif trúarbröðu og hvernig það hafði áhrif á hann og hvernig hann var og hvernig samfélaginu var. Þannig að mér langar bara svona svolítið að spyrja. Mér langar að spyrja líka fólk sem að, þú veist, í fortíðina höfðu eða fengu möguleikin til þess að upplifa heilögum anda en gátu ekki haldið það áfram út af því þeir fóru eftir efnilegu hlutina. Og mér langar að spyrja, systir María Luisa, ef á þessum tíma eins og það var fyrir mörgum árum að kirkjan, við sjáum hvernig kirkjan er að stækka og er að styrkjast enn og meira. Mér langaði að spyrja hvort að þessi hugsun sem við höfum gegnum kenninguna sem að þú kennir okkur, hvort að við munum ná að gera samfélagslega breytingar sem sagt í samfélaginu með okkar trúarbröð. Hvort að, eins og við sjáum að þau sem að kannski vil fara eftir Biblíuna, þeirri lönd hafa líka fengið mikið þróun og það sem mér langar að vita er það, hvort að við getum með okkar trúarbröð einhver tíma, hvort að kirkja mun einhver tíma hafa það mikið áhrif að það mun hafa áhrif á samfélaginu. Ég held að kirkjan sé ekki að reyna að fara að breyta öllum heiminum og samfélaginu. Ég held að Guð vilji rísa upp kirkju þar sem að fólk er með allar þessar lýsingar og mannasiðir og öll skilyrðin sem að hann vill. Og það stendur í Biblíuna, það sem er verið að tala þar, er að heimurinn mun upplifa hvernig kirkjan mun skína í gegn, en ekki það að kirkjan sé að fara að skipta sér að ríkisstjórnin og það, heldur fólk þarf bara að breyta hugarfar og ef þau vilja trúa á Guð og leita Guði, það þurfa þau að breyta og snúa tilbaka og breyta Guði. Þau þurfa að vera meira í öllu sem að snýst kirkjan. Þannig að kirkjan er ekki að fara að skipta sér að ríkisstjórnin eða þessu efnilegu hlutina, því Jesús Kristur sagði mjög skýrlega, ríkið er ekki á þessum heimi. Ríkið er andlegt og að Guð hefur byrjað að ríkja í sínu fólki og hans fylgjendur og það sem hann vill er að fylgjendurna sínum séu fullkomin í hegðunina, svo það sé sem dæmi fyrir þau sem eru ekki í kirkjuna og þau sem eru úti og sjá þetta. Ef þau vilja þá geta þau verið með og ef þau vilja trúa á Guði þá trúa þau bara á Guði og leita á Guði og Guð mun leita andlegu hlutina svo að fólk upplifi og lifi rétta lifið og gefi góðan vitnisburð. En þau þar halda áfram lífi sinu, þeirra lífi, þeirra ríkisstjórn og þeirra hugsanir, þeirra speki. Það eina sem að Guð vill er að fólk þekki Guði, að því hann vill koma kirkjuna saman með fólki frá öllum þjóðum og öllum löndum og það er Guð sem að mun fullkomna kirkjuna og það mun ekki hafa neitt að gera með efnilegu hlutina eða með samfélaginu eða pólitík, ekki þannig. Þau munu breyta eins og við erum með okkar líf, við erum með okkar hegðun
Nú þegar við komum hér til Guðs, komum við hér og við skiljum þetta eftir sem að við vorum áður. Við skiljum þetta allt eftir og við erum hér í andlegu lífi með Guði. Tíminn er búinn og ég ætla að gefa þér tækifæri fyrir spurninguna þína, systir, og svo klárum við. Takk, systir María-Lísa. Svo ég veit að það er ekki mikið tími eftir, mér langar að bera vitnisburði. Ég elska þig með öllu hjartanu og mér líður eins og það séu forréttindi að því Guð bjargaði mér þegar ég var lítil og Guð hefur leyft mér að ganga þessum vegum þar sem að ég er mjög ánægð. Og systir, þú hefur verið lykilatriði í mínu lífi að því að hverjum einasta stund ég hef alltaf farið eftir allar þínar kenningar og Guð sagði við mig þegar ég var lítil að ég myndi kunna að virða þig og Guð gaf mér draum þegar ég var 11 ára þegar ég var með fullt af unga fólki og við vorum allir mjög ánægð því þú varst að koma í heimsókn og það sögðu allir systir María-Lísa að koma, að hún er að fara að koma að kenna okkur og ég var mjög ánægð eftir þessum draum og Guð leyfði mér að meta þig og að virða þig og ég vil þakka þér að því allar kenningarna þínar hafa verið lykilatriði í mínu lífi. Í mínu lífi, í vinnuna og í námi og alls þar og ég vil bara þakka þér og eina spurningi sem ég langar að gera er varðandi vinnuna. Mjög oft erum við höfum oft séð kannski í vinnuna þegar fólk er kannski að tala illa Guð og til dæmis ef við talum eins og hjá lögmenn með lögin sem að stundum fara á móti kenninguna. Þannig að hversu mikið við sem börn Guðs getum talað til þess að verða orð Guðs. Ég veit að Guð leyfir okkur að vera sömu stöðum til þess að vera ljósið, til þess að vera ljós fyrir fólkið og hver er þessi þekkingu sem við þurfum í okkar líf. Ekki bara við sem ungt fólk, heldur er þetta kenning fyrir alla. Af því það er mjög mikilvægt fyrir okkur að geta haldið áfram að skína ljósið hvar sem við erum. Og til þess að ljúka langar mig að þakka þér líka að því í Kólumbíu, það er eitt sem er alltaf sagt og það er að það er sagt í Kólumbíu að skólinn er eins og annað heimili fyrir mann og ég segi alltaf að kirkjan er annað heimili fyrir mig af því ég hef alltaf lært mér mikið og ég dáist mér mikið að þér og það eru mikið forréttindi að vera hér með þér. Guð blessi þig stórkostlega. Við þurfum að biðja og við erum í baráttu og við þurfum að lifa réttu lífi með Guði svo að Guð getur bjargað okkur og verndað okkur og hann leyfir okkur að hafa alltaf frelsi fyrir trúarbrögðin. Að djöfullinn nái aldrei að setja lög þar sem hann er að svipta trúarbrögðin eða frelsi fyrir trúarbrögðin. Þá getum við ekki leita eftir Guði en að því við erum líka með loforði frá Jesú Kristi sem að sagði að djöfullinn myndi ekki vinna á móti kirkjuna. Þar stendur í Biblíuna að dyrnar helvítis munu ekki vinna á móti kirkjuna. Þannig að það er að segja að við þurfum að biðja Guð að leyfa þessu ekki að gerast. Það eru mjög margir sem vilja gera það. Þau vilja banna trúarbrögðin og þau vilja búa til lög og stundum er erfitt fyrir lögmennirnir sem að trúa Guð og þegar það er búið að samþykkja kannski fullt af lögum sem að fara á móti reglum sem að Guð setur í Biblíuna og það er kannski mjög erfitt en við þurfum að vera vítur og við munum aðlagast þessu og við munum vera að vinna
Við ætlum að gera hlutina með hjálp Guðs og með mikla þekkingu til þess að móðga Guði ekki og til þess að vera ekki að breyta lögin, af því þá munum við lenda í vandræðum líka. Þannig að fólk núna að reyna að búa til lögum hjónaböndin og alls konar svona sem að samfélagi að reyna að setja sem lög sem bannað í Biblíuna. En bara eins mikið þangað til að við séum með frelsi fyrir trúarbrögðin, þá þarf samfélaginu að virða okkur sem trúendur, sem kirkja, svo að heimurinn komi ekki að hafa áhrif á okkur. Við þurfum að fara eftir lögum, já, það rétt, en hjá okkur, þá þurfa þau að virða okkur og lögin sem eru í Biblíuna. Ekki okkar hugmyndir og hugsun, heldur það sem í Biblíuna, og það það sem við þurfum að fara alltaf eftir og lifa réttu lífi með Guði svo hann getur hjálpað okkur. Svo hann getur hjálpað okkur ef það einhver borg út í heiminn eða einhver þar sem engin trúarbrögð eru leyfð, þá virðum við það, en Guð þá veit. Guð sá eini sem veit hvað mun gerast með þeim. En ef á meðal þeirra fólk sem einhver sem réttlátur, sem Guð horfir á með góðu auguna, þá ég nokkuð viss að Guð mun taka þann aðila og mun koma með hann á annan stað þar sem hann getur leita eftir Guð. Við ætlum að standa upp og við ætlum að biðja til Guðs og við ætlum að þakka Guði fyrir þennan stund. Og við ætlum líka að biðja fyrir veikindi og seiðiskraftin og gildrur sem djöfullinn hefur sett sem ríkir mjög mikið. Og vitið þið, bræður og systur, að yfirleitt koma veikindi út af seiðiskraftin og bölvanir sem voru gerð í fortíðinni. Þau voru alltaf að bölva og fara eftir einhver svona andlegu hlutina og þau sem bölvuðu fólki til framtíðar og þess vegna eru veikindi. Og það auðvitað líka veikindi sem að koma út af því við verðum líkamlega þreytt og við verðum veik, en fyrir það eru sem sagt til vítamín og alls konar fyrir svona hluti, en þegar það eru veikindi sem að koma út af seiðiskraftu eða bölvanir sem að koma frá fortíðina, það ekki eins og læknar sem að geta læknað okkur. Þannig að við ætlum að setja þetta allt fyrir framan Guð og við ætlum að segja við Guð að frelsa okkur, að bjarga okkur, að lækna okkur, að við viljum þjóna Guði og fá sálir fyrir Guð og við viljum vera heilsaðir fyrir Guð og líka við ætlum að biðja og við ætlum að gefa Guði dýrðina. Blessaður Faðir, blessaður heimlegur Faðir sem í himninum. Blessaður Guðlegur ertu. Við viljum þakka þér að því þú ert okkar Guð og við treystum þér og við trúum á þig og við erum fyrir framan þinni nærveru og við viljum halda áfram og vera stöðug á þínum vegum og við viljum leita þér meir og meir, að leita kenninguna þína, að fókusera á þínum lögum og boðorðum, þín vilja, allt sem að þú vilt að við gerum til þess að þóknast þér, til þess að geta kennt fólki þinni viðveru, til þess að predikera miskunnina þína, fyrir fólk að vera ánægð, fyrir fólk til þess að allir sjá þína hönd, ó Guð, eins og við höfum verið að njóta.
svo við höfum verið að gera. Og við viljum einnig, ó Guð, spyrja þig að gefa okkur getan til þess að geta predikera, til þess að geta tala við þig og kennt fólk að þú sér til, að þú ert valdamikill Guð, Guð sem að gerir sig opinbera í okkar lífi, sem að leiðbeinir okkur, sem að leiðréttir okkur, sem að leiðir okkur, sem að gefur okkur fríð og ró. Og þetta er allt hlutir sem að við þurfum að geta tala þig og með þinni hjálp, ó Guð, með þinni hjálp munum við geta bjarga mjög mikið af sálum og fólki sem að þjást í heimi. Ó Guðlegur Faðir, þú vilt að við séum að veiða sálir og að leiðbeina fólk og að við séum hér að vinna fyrir þig og að passa þessar sálir sem að þú hefur gefið okkur, svo þeir séu líka að leita að þér, ó Guð. Takk, ó Guð, að dýrðina, heiðurinn og dýrðina er fyrir þig, ó Guð. Við viljum lofa þér og blessa þig, ó Guð. Stórkostlegur ertu, ó Guð. Þinni miskunn er að eilífu. Loforðin þín eru stórkostleg. Þú átt skilin allan heiður fyrir miskunnina þína, fyrir allt sem þú ert að gefa okkur, ó Faðir. Í nafni Jesú Kristur, ó Guð, verð þú að rétta út hönd þína. Verð þú að rétta út hönd þína yfir alla sem eru veik, sem eru að þjást að einhverju, sem eru með veikindi, sem eru með verki, sem eru með veikindi í blóði eða í líffærin, í hjartað, í lífurinn, í öll líffærin. Verð þú að taka veikindin í burtu, verð þú að taka Down syndrom veikindi í burtu, verð þú að taka það í burtu. Þetta eru andar sem að taka yfir. Og eins og einhver var líka, við vitum að það eru líka andar sem að koma til að taka yfir börnin. Verð þú að frelsa, ekki leyfa þessu þjáningu, verð þú að taka allt þetta í burtu, verð þú að hreinsa og frelsa og læknaði okkur öll. Verð þú að eyðileggja bölvanir frá óvininum, verð þú að taka seiðiskraftin og gildarnir, allt sem hefur stolið friðið og ró og allt frá okkur. Þau hafa tekið allt sem hefur verið tekið í burtu. Verð þú, ó Guð, að frelsa þau sem eru að hjólast og þau sem hafa lent í slísi, ó Guð, og sem geta ekki hreyft sig, og eru að hjólast, og verð þú að rétta út höndina. Þau eru að biðja þig, ó Guð, þau eru að biðja þig miskunn. Þau bíða í þínum blessunum, ó Guð, í þínu orði. Þau eru að bíða eftir loforðin þín, ó Guð. Við öll erum að bíða eftir þér, eftir blessanir sem eru að koma frá þér, ó Guð. Þú hefur verið að blessa okkur, þú hefur verið að slíta bindingar, þú hefur eyðilagt það sem óvinurinn hefur gert, og það hafa allir, þú hefur gefið okkur framfæri, þú hefur gefið okkur frið og ró, ó Guð. Þú hefur í dag á þessum degi eyðilagt verkið óvinsins, og bráðum koma breytingar og blessanir, bráðum koma blessanir, og það mun koma blessanir til ykkar. Það mun vera mjög mikið að andleg vöxun, það koma andleg gjafir handa ykkur öllum. Við mun frelsa ykkur. Við ætlum að slíta þessum böndum og gildrunar sem óvinurinn hefur sett. Það er að koma framfarir. Það er að koma blessanir. Það er að koma blessanir
og við þurfum öll að halda áfram. Þurfum öll að halda áfram og Guð er að fara að koma að lækna okkur og frelsa okkur. Hann er að fara að lækna okkur og frelsa okkur frá það sem að óvinurinn hefur gert í lífið okkar. Ég mun breyta hjartað ykkar, og frelsa ykkur. Það er að koma blessanir, það er að koma stór breytingar í þínu lífi og það er að koma andleg vöxtur og það er að fara að koma mjög margir að innfæddum í kirkjuna. Ég mun gefa ykkur færi til að tala tungumálin, til þess að tala við þau, til þess að geta lært. Ég mun vera að þjálfa ykkur öllum og þið munu taka framfarir og predikra orð mitt. Það verða breytingar. Ég mun líka blessa ykkur með pening og fjárhagslegum blessum og ég er að fara að taka í burtu óróið sem er í ykkur. Ég mun gefa ykkur frið og ró, ég mun gefa ykkur gleði og hamingja. Blessanir er að koma, þetta er alltaf leiðinni. Þið munu sjá mikið af framfærum og ykkur mun ganga mjög vel í lífi ykkar. Það eru breytingar að koma. Takk og Guð Faðir, kæri. Takk fyrir kærleikan þín og Guð. Við viljum þakka þér fyrir allt og fyrir að hafa fyrirgefið okkur, fyrir þolinmæðina sem þú hefur við okkur, að því þú ert þolinmóður við okkur, að því þú fyrirgefur okkur, að því þú hefur þolinmæði, þú horfir á okkur með miskunn og þú horfir á okkur, að því þú vilt fyrirgefa okkur og Guð. Og ég vil þakka þér. Ég vil þakka þér, ó Faðir, að því þú ert með okkur, þú ert góður, vertu að frelsa, ó Guð, vertu að frelsa. Takk, ó Guð, takk, ó Faðir. Takk fyrir blessanina þínar og hjálpaðu okkur, ó Guð. Takk, ó Guð, takk. Dýr sé þínu nafni. Mikilvægur ertu. Mikilvægur og Faðir, dýr sé þínu nafni, ó Guð, og Faðir, halleluja. Fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Gloria al Señor, bendito el Señor y Dios poderoso, gracias al Señor. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí,
te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Gracias al Señor. Þessu Guði og heyrði lofverði að því Me pareció que estaban orando. ég veit ekki hvort ég hefði heyrt það sem að Guð talaði gegnum mig. Ég verð hissa að við eigum ekki þessu skilið, við eigum ekki allt skilið sem að Guð hefur að gefa okkur og loforðin sem hann gefur okkur og það sem hann er að bjóða okkur, loforðin og það sem hann er að fara að gefa okkur. Ég segi alltaf Guð, við eigum þetta ekki skilið, en sjáu þið hversu mikið miskunn Guð hefur að hann sér ekki veikindin í okkur, heldur sér hann sterkustu hlutin og hann gefur okkur og blessir okkur. Við viljum þakka Guði fyrir það. Takk bræður og Guð blessi ykkur öll og allir sem er að bara horfa á okkur á myndbandið. Mér langar að heilsa upp á ykkur frá Brussels og mér langar að heilsa upp á ykkur sem er að horfa á okkur á myndbandinu. Guð blessi ykkur stórkostlega. Takk. Gracias a ustedes también. Muchas gracias, los amo en el Señor.